Einn af vorboðunum í sjónum við Norðurland er hnúfubakkurinn sem fer að sjást þar snemma í maímánuði. Hnúfubakkurinn er einn skemmtilegasti hvalurinn til að fylgjast með því hann á til að gera margvíslegar kúnstir. Hér eru 3 hnúfubakkar saman í utanverðum Eyjafirði. Takið eftir að bakuggan vantar á einn þeirra. Saman virðast hnúfubakkar yfirleitt rólegri og auðveldar að nálgast á. Líklega er þeim styrkur hverjum af öðrum. Allar skepnur óttast það óþekkta og fyrir fólk er nokkuð ógnvænleg tilhugsun að koma mjög nærri svona gríðarstórum skepnum. Ekki síst getur það verið þröskuldur að yfirstíga að kafa í nánd við hvali. Skíðishvalir eins og hnúfubakkurinn hafa ekki tennur, heldur skíði eins og við sjáum hér. Með hærðum skíðunum síja þeir æti úr sjónum og sleikja það svo úr með ógnarstóri tungunni. Skíðin vaxa meðan hvalurinn lifir, ekki ósvipað nöglunum og hárinu á okkur, enda skíðin í raun búin til úr sama efni, keratíni. Þetta er svo bein úr innra eyranu á hval, bein sem er pínulítið í okkur. Hvalir eru spendýr og eiga uppruna sinn í landdýrum sem voru á stærð við úlf en höfðu klaufir eins og kýr og kindur. Öll spendýr á jörðinni eiga uppruna sinn að rekja til fiska sem gengu á land fyrir 60 milljónum ára. Frá þeim þróuðust öll skriðdýr, fuglar og spendýr, meðal annars forverar hvalana. Því má segja að hvalir séu skepnur sem hurfu aftur ofan í sjóinn eftir dvöl á landi. Heyrnin í þeim á sér sömu rætur og heyrnin í okkur til dæmis. En nú förum við niður til hvalana. Hvalir hafa samskipti með hljóðum og þessi samskipti þeirra eru rannsökuð hér við Ísland, til dæmis á þekkingarsetrinu á Húsavík. Einkennandi fyrir hnúfubakkinn eru risastór bægslin sem gjarnan eru alsett hrúðurkörlum og öðrum sníkjudýrum. Bægslin eiga líka stóran þátt í því að gera hnúfubakkinn eftirsóknarverðan í hvalaskoðun. Hann þekkist líka langt að á þessum stóru og hvítu bægslum. Sjáið hvernig hnúfubakkurinn snýr sér fyrir neðan kafaran og horfir upp til hans. Sömuleiðis er sporðurinn meira og minna hvítur að neðan, en mynstrið á neðanverðum sporði hnúfubakksins er líkt og fingraförin á okkur. Þetta mynstur nota vísindamenn og hvalaskoðunarfólk til að þekkja aftur einstaka hvali. Hnúfubakkurinn hefur haldið sig síðustu ára á Eyjafirði frá því í maíbyrjun og fram að áramótum, þannig að hann hefur verið mjög aðgengilegur í hvalaskoðun. Einstaka hvalir hafa jafnvel sést í firðinum allt árið. Einkenni hans er kröftugur blásturinn sem gerir auðvelt að finna hann á löngu færi. Hann getur verið hálftíma í kafi en kafar þó sjaldnast nema fáeinar mínútur. Því er frekar stutt milli blástrana og hann staldrar gjarnan nokkuð lengi við í yfirborðinu. Hér út við Kolbeinsey veifar hnúfubakkurinn okkur. Eða er hann kannski að berja af sér hrúðurkarlana?